Komið sæl, Anna Helga heiti ég og í þessu myndbandi ætla ég að fjalla hluta kaflans lýsandi tölfræði í bókinni Tölfræði frá grunni og við ætlum að skoða lýsistærðir fyrir breytileika. Breytileiki mælinga við getum kallaða aðferð sem lýsir því hversu dreift mælingarnar liggja. Breytileiki hér þýðing á enska orðinu spread, þar að segja hversu dreift mælingarnar liggja. Og við ætlum að skoða nokkra lýsistærðir sem alla lýsa breytileika mælinga. Það eru spönn, fjórðungamörk, fjórðungaspönn, prósentumörk, dreifni, staðalfrávik og fráviks hlutfall. Byrjum á að skoða spönn. Gerum ráð fyrir við höfum litla n mælingar, x1, x2 upp í xn og látum x mín tákna þá minnstu og x max þá stærstu. Spönn gagnanna reiknuð með eftirfarandi hætti. Þetta mismunurinn á hæsta gildinu og lægsta gildinu í mælisafninu. Hér lítið dæmi, hver spönn þessa talnasafns? Rétt svar við því spönn talnasafnsins 8. Fjórðungamörk, næsta lýsistærð. En fjórðungamörkin eru 3 og það algengt að kalla þau Q1, Q2 og Q3. Í sumum kennslubókum og ritum þá talað Q25%, Q50% og Q75%, en Q1 og Q25% sem sagt það sama og svo framvegis. Við ætlum að halda okkur við þennan fyrri rithátt hér. En hvaða tölur eru þetta? Jú, sem sagt Q1 bara einhver tala og þessa tölu gildir þegar við erum búin að finna hana að 25% af mælingunum okkar eru lægri heldur en þessi tala Q1. Q1 því miðgildi neðri helmingsgagnanna að undanskildu miðgildinu. Annað fjórðungamerki gildir að 50% af mælingunum eru lægri en Q2. Q2 því miðgildið, það mælingin sem stendur í miðjunni. Þriðja fjórðungamarki gildir að 75% af mælingunum eru lægri en Q3. Q3 því miðgildi efri helmingsmælingana að undanskildu miðgildinu. Þannig við hugsum okkur að við erum hérna með safn mælinga, miðgildið gildið í miðjunni eftir við erum búin að raða þeim upp í stærðaröð frá minnstu upp í þá stærstu og fyrsta fjórðungamarkið miðgildið neðri helmingsins á meðan að þriðja fjórðungamarkið svo miðgildi efri helmingsins. Hvernig finnum við fjórðungamörkin? Það ágætt að taka það fram strax hér að það eru til nokkra aðferðir til þess að finna fjórðungamörk og þessi svona helstu tölfræði hugbúnaðir að þau gera það ekki alveg eins og við getum fengið svona aðeins mismunandi niðurstöðu en það á nú ekki að koma sök. En enn og aftur gerum við ráð fyrir við höfum litla n mælingar, x1, x2 upp í xn. Við byrjum á að raða þeim upp í stærðaröð, reiknum svo eftirfarandi. Q1 sæti í röð 0,25 sinnum n plus 1. Og enn og aftur, við erum ekki með þessu að finna fyrsta fjórðungamarkið, heldur við hreinlega að finna út hvar í röðinni stendur fyrsta fjórðungamarkið. Q2, þetta eins og við erum að finna staðsendingun á miðgildinu, eins og við sáum áðan, og Q3 0,75 sinnum n plus 1. Hér fáum við sem sagt 3 gildi og sem segja okkur til staðsendingu á fjórðungamörkunum í röð mælingan okkar frá lægstu til hæstu. Aftur, við gætum fengið út heiltölu hér út úr þessu og sem svo við fengjum út heiltölu hér í Q1, þá fyrsta fjórðungamarkið gildið sem stendur í því sæti. Ef við fáum ekki út heiltölu út úr þessu hér, að þá fyrsta fjórðungamarki meðaltalið af þeim gildi sem eru næst 0,25 sinnum n plus 1 sem standa við það sæti. Við gætum sem sagt til dæmis fengið út úr þessu 3,25, 3,5 eða 3,75 sem dæmi og þá væri Q1 talan
eða meðaltalið af mælingunum sem í sæti númer 3 og 4. Nákvæmlega sama gildir svo Q2 og Q3 nema við reiknum það út sem sagt 0,5 og svo 0,75. En lýsistærðin fjórðungaspönn eða interquartile range, kallast EQR á svona ensku. Við gerum aftur ráð fyrir n mælingar x1 upp í xn og látum Q1 tákna fyrsta fjórðungamark og Q3 tákna þriðja. Fjórðungaspönn mismunurinn á þriðja og fyrsta fjórðungamarki. Q3 mínus Q1. Hér kemur lítið dæmi. Ég hvet ykkur til að prófa að finna fjórðungamörk og fjórðungaspönn eftirfarandi talnasams.